Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks upplýsingaskyldu fyrir bílastæðahús og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tala hér fyrir máli sem að kannski segja sér sjálft svolítið eða lýsir sér sjálft ef að menn lesa tillöguna. Ég vil byrja á því að lesa hana á sem greinargerð, með leyfi forseta. Í þeim tilgangi að nýta betur bílastæðahús borgarinnar og auka þjónustu við akandi vegfarendur lagt til að rafrænum upplýsingaskiltum verði komið upp við helstu umferðaræðar sem liggja miðborg Reykjavíkur. Á skiltunum getur ökumenn séð hversu mörg laus stæði að finna í bílastæðahúsum á miðborgarsvæðinu, með því móti minnkar óþarfa hringsól í leita bílastæðum sem eins og draga úr neikvæðum áhrifum þéttrar bílaumferðar á loftgæði. Og þessu fylgir stutt greinargerð sem svona. Rauntíma upplýsingar laus stæði eru birtar á heimasíðu bílastæðasjóðs en þær getur ökumenn augljóslega ekki nálgast í akstri. Nú eru rúmlega 1140 stæði í 7 bílastæðahúsum borgarinnar en 540 stæðir í bílastæðakjallara Hörpu. Lagt til að leita verði eftir samstarfi við rekstraraðila þeirra bílastæða við að koma upp upplýsingaskiltum laus stæði. Undirbúa skal einnig að slíkar upplýsingar verði aðgengilegar í framtíðinni í leiðsögutækjum bíla. Auk þess sem bílastæðum í miðborginni hefur verið fækkað á undanförnum árum munu innan skamms 200 almenn bílastæði á milli Geirsgötu og Tryggvagötu verða lögð niður. Það því æskilegt að ökumenn fái raun upplýsingar það hvar bílastæði að finna en umhverfissjónarmið mæla einnig sterklega með því að þessu verkefni verði hrint í framkvæmd sem fyrst. Nú, svo mörg voru þau orð við sem hérna vinnum í Ráðhúsinu, við verðum öll vör við það að oft á tíðum hér upp á Tjarnargötunni einhvers konar ringulreið, einhver óvissa, bílar hér sem eru að staldra við og fólk bíður í bílunum og það að horfa hérna niður í kjallarann í Ráðhúsinu, það sem eitt af bílastæðahúsum borgarinnar. Og það vegna þess að fólk í algjör óvissu það hvort að bílastæði eru laus eða ekki og hefur ekið hér inn í þennan botnlanga götunar í þeirri von að finna bílastæði en það hefur það fólk eða ökumenn þessara bíla engar upplýsingar það hvort að þeir komist í stæði hér eða ekki. Þetta óæskilegt, þetta kallar auðvitað bæði þetta tímafrekt fyrir alla en þetta kallar auðvitað líka á ákveðna mengun og óþarfa umferð og ergir auðvitað þá sem eru þessara erinda hér inn í götuna. En það ekki bara hér við Ráðhúsið, heldur ef við förum hér og skoðum bílastæðahús borgarinnar þá sjáum við að svona þessu víðar háttað. Það eru satt að segja engar upplýsingar fjölda bílastæða við húsin sjálf, nema þá við Hörpu, það sem menn sjá hvort það eru bílastæði ekki, og svo eru skilti í Borgartúni í kjallara Höfðartorgs, en þau sjá ökumenn ekki fyrir þeir komnir ofan í bílastæðahúsi ofan í kjallarann. Þannig að sumir bíða þar í langri röð á morgnana eftir því að komast inn en hafa ekki minnstu hugmyndu það hvort það muni takast að finna bílastæði og svo verður menn frá að hverfa ef að bílastæði fyllist á meðan þeir eru að bíða. Þetta allt saman meira og minna óþarfi og þeir sem að til dæmis eiga erindin í miðborgin að fara niður Laugaveginn, þeir hafa ekki minnstu hugmyndum það hvort að þeir eiga að fara inn í húsið Stjörnubíósreitin til þess að leggja bílastæði þar sem í kjallara og hugsanlega verða þá í einhverju vandræði með að komast aftur út á Laugaveginn ef að það eins og allt fullt þegar uppi staðið. Þetta sem sagt verið að leggja til að upplýsingar laus bílastæði í bílastæðahúsum borgarinnar verði á þessum helstu umferðaræðum niður í miðborgina og þá dettur maður náttúrulega helst í hug við Sæbrautina og við Miklubrautina, hugsanlega Bústaðaveginn og þetta þurfi ekki að vera einhver risaskilti, heldur bara skilti sem að komið fyrir með vonandi fallegum hætti og svona sett niður þar sem að það fer vel í umhverfinu. Og eins og fram kemur í greinargerð þá eru þessar upplýsingar, það ekki svo að það þurfi að fara í einhverjar miklu tæknilegar útfærslur vegna þess að þessar upplýsingar eru til og það liggi hjá bílastæðasjóði. En auðvitað getur engin ökumaður verið með símann á lofti eða tölvuna í leit að bílastæðum. Þarf að geta séð þetta nokkuð örugglega í akstri án þess að athyglin sé dregin frá því sem að mestu máli skiptir sem auðvitað akhaf, nærgætni og varfærni. Þannig að flestir sem leið eiga í miðborgina þekkja að oft engin bílastæðahús að finna á yfirborði gatna. Tölur nýtingu bílastæðahúsa sýna að þrátt fyrir þetta standa þau stundum hálftóm. Ástæðan auðvitað svo að ökumenn hafa ekki upplýsingar laus stæði í bílastæðahúsum og leggja ekki á sig hringsóla í miðborgarumferðinni á milli bílastæðahúsa í óvissu árangur.
Á endanum hefur fólk í Kringluna, Smárann eða eitthvað annað og eða bara hættir við. Borgarfulltrúar meirihlutaflokkanna í borgarstjórn trúa því að ef ekki finnast bílastæði muni fólk koma hjólandi. Á því byggir stefnan í bílastæðamálum en sú stefna byggir á talsverðri einfeldni og óskhyggju og gengur ekki upp eins og reynslan sýnir. Hún hefur eiginlega öfug áhrif. Skortur á bílastæðum hefur leitt til þess að fólk fer annað og þannig dregið úr slagkrafti borgarinnar, dregið úr því iðandi mannlífi sem við viljum að þar blómstri og atvinnustarfsemi fæld annað eða þangað sem hluti dagsins fer ekki í leit að bílastæðum. Meira ætla ég ekki að segja þetta, vonast eftir umræðum þetta máli svo sem ekki alveg nýtt af nálinni. Ég minni á það að þetta eru aðferðir sem við erum notaðar erlendis, við sjáum þetta víða í stórborgum þegar við ökum inn í þær. Ég vil þó sem við rautum ekki mikið borgirnar að þá getum við auðvitað að séð hvar bílastæði að finna og hvar bílastæði eru laus í þeim bílastæðahúsum sem þar eru. Við eigum þess vegna auðvelt með að koma þessu upp hér og við skulum þá vera að minna þess líka að borgina fara mjög margir ferðamenn á sínum bílaleigubílum sem hafa ekki einu svona hugmynd það hvar bílastæðahúsin að finna og með þessu móti mætti einmitt draga úr því að þeir séu að leita bílastæðum í borginni en það talið að þriðjungur þeirra sem gista í hótelum miðborgarinnar sé á bílaleigubílum einhvern á þeim tíma sem þeir eru að gista hér í borginni, þannig að talsverður hluti umferðarinnar sem hér á hringsólu væntanlega leita að bílastæðum vegna þess. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til dagskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil nú bara sem formaður bílastæðanefndar fagna þessari tillögu. Hún eins og borgarfulltrúinn nefndi ekki ný af nálinni. Þetta hefur verið rætt ítrekkað bæði hér sennilega en oftar í bílastæðanefnd. Það eru ýmsar leiðir sem við getum farið til þess að bæði stuðla að betra flæði í miðborginni og til þess að stuðla að bættri nýtingu á bílastæðahúsunum. Eitt af því vissulega að koma betur upplýsingum á framfæri fjölda lausra bílastæða þar sem þau eru. Önnur svo við þyrftum eiginlega að gera þetta samhliða, þetta tvennt, að setja annars vegar upp þessi skilti og hins vegar að merkja einhvers konar leið eins og þegar maður kemur inn í miðborgir víða heim að þá manni beint inn á ákveðna svona bílastæðaleitarleið sem væri til þess þá að í rauninni dreifa umferðinni miðborgina og beina þeim sem að leita sér að bílastæðum á æskilegri götur heldur en akkurat þær þar sem að fólk kannski að reyna að fara í öðrum tilgangi. En ég legg til að þessari tillögu verði vísað til bílastæðanefndar. Það þarf að sjálfsögðu að kostnaðarmeta þessa tillögu og fara yfir raunhæfni hennar og útfærslu. En tek bara jákvætt í hugmyndina og gerir ráð fyrir að við munum í bílastæðanefnd fjalla þetta mál með jákvæðum hætti. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðsvundir þessum. Ansvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kemur bara upp til þess að þakka fyrir þessi góðu viðbrögð við tillögunni, vona að menn bara drífi svolítið í þessu. Það alveg ljóst að innan skamms mun bílastæðum að veruleyti fækka í miðborginni. Þeim hefur verið farið fækkandi eins og með þekkja. Þá síðast var að verða að fækka bílastæðum upp á Grettisgötu, það verið að fækka bílastæðum upp á Laugaveg 120, það sem átti að vera bílakjallar upp á 1000 fermetra. Það verður fækka bílastæðum á Laugaveginn, það fækka bílastæðum á Hverfisgötu, Borgartúni og svo framvegis. Þannig að það víða orðið nokkuð aðkallandi að gera eitthvað í þessum málum til að auka að minnsta aðgengi að þeim bílastæðum sem að laus eru þó ekki væri annað og það ljóst að núna vegna þeirra framkvæmda sem að væntanlegar eru á svokölluðum, hvað heitir sá reitur núna, Landsbankareiturinn eða reiturinn sem sagt á Hörpureitnum, þar sem fer fram mjög mikil uppbygging á bara næstu misserum að það mun skapa aukna þörf fyrir bílastæði enda þótt undir þeim húsum verði líka bílakjallari. Þannig að ég bara þakka fyrir góða viðtökur og hvet þá bílastæðanefndina til þess að vinna hratt og vel í þessu máli.
Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæða málsmeðferð tillögu að þessari tillögu verði vísað til bílastæðanefndar. Hér vantar fólk í salinn. Til ég Þá eru allir komnir í salinn og við göngum til atkvæða það að vísa tillögunni til bílastæðanefndar. Þau sem samþykkja það gefi merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í